það er alveg einstök tilfinning að vakna eldsnemma, fá sér kaffi og rista brauð og koma svo hérna niður á bryggjuna, hitta nokkra félaga og spjalla og svona og spyrja menn hvað þeir eru að spá í að fara og hvar maður heldur að fiskurinn sé þann daginn. Svo bara losar maður hérna landfestar og leggur af stað og oftar en ekki að þá er einhverju höfrungar sem að fylgja manni. Alltaf sólin að koma upp, ný komin upp og þannig að maður bara siglir inn í sólarupprásina sko. Það er algjört sen. Það var nú þannig að þegar ég var unglingur, byrjaði 13 ára, þá var ég sendur til afa míns sem var sem sagt grásleppukall og æðabóndi hérna í Jónsnesi sem er hérna bara vestasti oddinn á Þórsnesinu, rétt vestan við Stykkishólm. Og þetta var bara mitt sumardjobb frá því að 13 þangað til ég var 20 og hérna þegar við vorum ekki að vitja netina þá vorum við að passa upp á æðavarpið. Og þarna sko afi hann var svo mikið náttúrubarn og hann elskaði að vera út í náttúrunni og hann var mjög duglegur að kenna mér allt í sambandi við náttúruna á Breiðafirði. Ég var þarna öll þessi sumur en svo bara þurfti ég að finna mér eitthvað að gera því ég var búinn með menntaskóla og þá langaði mig til þess að vera trillukarl en það var bara ekki í boði þá. Það var bara kvótakerfið að búið að loka fyrir alla nýliðun. Þannig að ég bara fór í einhverja allt aðra átt og tók bara 4 ár í það að flakka heiminn og fór svo og lærði mannfræði og fór til London og tók doktorspróf í félagsfræði og þá allt í einu fattaði ég það að bíddu nú við strandveiðar, þetta er hægt allt í einu. Það er hægt að kaupa sér bát og það er hægt að fara á sjóinn. Þannig að ég bara gerði það og sé bara alls ekkert eftir því sko. Þetta er bara besta ákvörðun sem ég hef tekið á minni starfsævi. Það má kannski segja sko grunnurinn að þessari líka hjá mér sá að þegar ég var barn í sveitinni og bara, já, alveg til fullorðins ára, þá var farið á sjó alltaf á trillu sem var þar gamalli trétrillu. Það var afi minn og það var pabbi minn og það var ég. Og 3 ættliðir alltaf á sjó saman frá því að ég var bara 10 ára gamall. Og ef ég fekk ekki að fara þá grenjaði ég úr mér augun sko alveg hreint sko. Hvað mig varðar þá átti ég þennan bát ásamt bróður mínum af því að við erum aldrei upp í sveit og það var frjálsræði þar að eiga bát. Svo okkur leið eiginlega bara bölvanlega að eiga ekki bát þegar við fluttum hérna báðir í Grundarfjörð. Og keyptum þennan bát hérna, fyrst annan reyndar sem var ekki með veiðiheimild. Við seldum hann, en síðan þegar strandveiðarnar komu, þá náttúrulega gripum við það bara, eða ég. Svo ég hef verið á strandveiðum bara frá fyrsta degi strandveiða á sama bát. Ég held að sko, ég meina hvað erum við? Við erum einhverju 800 strandveiðisjómenn á Íslandi en ef það er eitt sem við eigum allir sameiginlega, það er bara ást okkar á hafinu og náttúrunni og að vera úti með sjálfum okkur og fuglunum og hvölunum og ég myndi segja að þetta væri bara mjög fallegt lítið samfélag hérna hjá okkur á bryggjunni. Já, algjörlega. Við hjálpumst mjög mikið að og það er aldrei neitt sem lendir í vesenni án þess að það séu komnir sko 3-4 til að hjálpa sko. Já. Það er mjög spennandi að sjá til dæmis bara hvernig sumurinn er ólík í til dæmis hérna í Breiðafirði. Til dæmis maður keyrir hérna norður lífríkið sko. Sumur eru lifandi að hvítfugli í síliskerjum allt sumarið. Næsta sumar sér maður ekki neitt af þessu. Sveiflurnar eru svo miklar einhvern veginn og maður er alltaf að hugsa þetta sko. Já, sko, síliskerja ef mikið síli þá er fiskur og svo er maður ekki eins bjartsýnn eða maður sér ekki líf. Já, og þetta er rosa stór hluti af skaginu að það er að lesa í náttúruna. Já, við vitum það sem er alveg deginum ljósara sko. Við þurfum að leita að fiskinum, en fiskurinn er alls ekki að leita að okkur. Það er svoleiðis. Hvað mig varðar þá þegar ég legg á stað hérna á höfninni þá ég alltaf komið með einhverja hugmyndu það hvar ég ætla að pröfa fyrst. Og svo kannski getum allt í einhver hugdetta kannski bara á miðri leið sagt manni að taka bara 45 gráðu beygju og pröfa eitthvað annað. Og oft er það einhver svona hugdetti sem skilar manni fisk, það svona kemur mjög oft fyrir. Það er mjög sérstakt og maður veit ekki skýringuna. Ég hef oft nokkur sem lent í því að
að ég bara alveg fastur á því að fara eitthvað og svo eins og þessi hvísla yfir öxlina á manni, farðu þarna. Og maður veit ekkert hvort þetta sé bara ímyndun í manni eða hvort það sé eitthvað sem að er að hjálpa manni. Það eitthvað skynvit, Já, eitthvað skilvit. held ég. En þetta alveg yndislegt og svo náttúrulega sko, svo þetta bara, það náttúrulega ekki alltaf svona viður. Það mjög oft, sko. En hérna... Í höfninni. Í höfninni, já. Og maður sér það bara með strandveiðarnar í svona bæ eins og Grundarfirði, sko. Það blómstrar allt hérna. Eins og sjáu það, höfnin full af smábátum og það bara eiginlega vandræði núna hjá að koma öllum fyrir sem vilja koma. Það það mikil ásókn að koma hérna, núna. Já, þannig að þetta bara hérna byggðastefna sem borgar með sér.